Birkir, hvernig er að vera komin aftur í bláu treyjuna? Já, bara frábært. Ég er gaman að fá kallið aftur og bara peppaður. Hvernig lagst það í það að vera ekki valinn í hópinn fyrir síðasta verkefni? Ég var náttúrulega ákveðin vonbrigði og svona ég bjóst svo sem við, eða þú veist, ég náttúrulega var ekki hópað í sumar en ég held kannski að ég yrði allan í hópnum og fengi að vera á bekknum allan, þannig að það var ákveðin vonbrigði að vera ekki valinn í hópinn. Er ekki alltaf, eins og þú segir, sterkara að vera partur á hópnum þóttu sitt ekki endalega í byrjunarliðinu, bara að fá að taka þátt í þessu? Jú, ég ger náttúrulega alveg grein fyrir því að ég er orðinn næst í 35 ára og þú veist, það kemur náttúrulega að því að maður, þú veist, fara á bekkinn og að koma annar maður inn í liðið og það var ekkert vandamál sko. Mér fannst það frekar, á þeim tíma allan fannst mér frekar svona harkalegt að vera settur beint út úr hóp. Tölum aðeins um félagsliði, Heimir tekinn við, hvernig líst þér á þá ráðningu? Bara mjög vel, Heimir er náttúrulega frábær þjálfari og hefur sannað sig á fleiri stöðum en Íslandi núna og bara hlakka til að svara fyrir síðasta tímabil og byrja að æfa í nóvember að Heimir kemur. Talandi um síðasta tímabili, var ósanngjarnt að láta Óla fara eftir eitt vont tímabil? Þú veist, ég sjáum allir eftir Óla og þú veist, það er náttúrulega frábær þjálfari, búinn að gera frábæra hluti og þú veist, góð með eitt svona ömurlegt tímabil og þá, þú veist, náttúrulega er þetta að segja hvort að hann hefði getað rifið þetta upp eða ekki og þú veist, en það var bara tekin þessi ákvörðun þjálfari að koma og fara og leikmenn koma og fara og þú veist, það er bara partur af þessum fótboltabransa og nú er Heimir tekinn við og ég held að séu bara allir frekar spenntir að keyra þetta í gang aftur. Hvernig líst þér á hann á Frakkaleik, bara heimsmeistararnir að mæta og svo fyrir beint í Andorra, þetta er svona svolítið skrítið að fara úr einum niður í 100 eða eitthvað? Já, þetta er svona tveir mismunandi pólar í besta liði heimi og svo í lið sem er ekkert svakalega hátt skrifa, en þú veist, það er náttúrulega nálgast verkefnin bara með því hugarfari að taka 3 stig í leiknum og þú veist, það verður alltaf öðruvísi leikmynd í þessu leikjum en þú veist, við hefum spilað á móti mörgum mismunandi andstæðingum inn á Laugardalsvelli og oft gert vel, þannig að það er bara að halda því áfram. Takk hérlega.